Jæja, gott fólk, þá eitthvað svona stutt rapp upp hérna eftir daginn í dag. Fór frá Terra Dios til Bessianos del Ril Camino, eins og það heitir. Það var alveg auðveld og þægileg ganga. Fórum í gegnum Sahagún, sem nú svona kannski bær sem að ég myndi í næstu ferð gjarnan vilja stoppa í, held ég. Syndist og bæði og bókin mín segir, en mér syndist líka að vera eitthvað svona vert að stoppa þar. Dagurinn var bara góður, þetta þægileg gönguleið í sjálfu sér, undirlagið ágætt og ekkert yfir því að kvarta. Þannig að það svo sem ekkert kannski mikið við það að bæta, nema að það eru eins og oft fáar stoppistöðvar, til dæmis eftir Sahagún, og þá var bara ekkert, og það eru ansi margir kílómetrar þegar þú ert að labba í einhver 8, 10 eða 12 kílómetra, og það eru reyndar svona, eins og maður segir, þú getur sest niður, eru bekkir, en það er ekkert annað. Það er engin pissunstoppistöð eða eitthvað svoleiðis, þannig að fólk þarf að vera undirbúið allavega fyrir þetta. Á morgun er langur dagur, 27 kílómetrar, þá ætla ég að fara til Masía de la Mulas og ég meiri þess að gisti í sveitinni, þannig að ég þarf að láta sækja mig. Ég held að einhver 8 mínútur sem að tekur í akstri, það sem ég kem til með að sofa. En ég er búin að hitta fullt af skemmtilegu fólki og eins og oft áður þá hitti ég Len, en það var nú bara þegar við vorum að fara að borða. Af því að hér í þessu litla þorpi þá er einn veitingastæður, og það nú kannski það sem áhugavert við mörg af þessum litlu þorpum sem að maður að fara í gegnum, að það eru bara fyrst og fremst verið að hugsa pílagríma, það eru svefnpláss, það eru einhvers konar veitingar, mismiklar, en það ekkert annað. Þannig að það svona vert að vera þakklátur fyrir það, minnst kosti þegar maður á ferðinni, að það sé þó þessi pláss. Ég hitti líka þetta unga fólk sem að ég búin að sjá og heilsa og vera samferða núna í næstu því frá upphafi, held ég. Og þau voru í vandræðum með að fá gistipláss. Einhver höfðu fengið pláss hér, en önnur þurfti að labba aðra 20, þannig að þau eru að labba 40 kílómetra í dag. Þannig að ég ætla nú bara að segja það, gamla 60 ára, ég var fegin að vera búin að gera ráðstafanir og panta. Það mjög margt fólk, eins og ég sagt áður, á Jakobsveginn núna. Og ég held að það sé ekki bara eitthvað sem að mér finnst, ég heyri bara að það þannig. En svo veðurspáin. Hún þannig að það spái rigningu á morgun að einhverju leyti. Dagurinn var samt góður hvað það varðaði, að það var eftir einhverja, ég veit ekki, helming leðar en eitthvað svoleiðis, þá gat ég farið úr jakkanum og verið bara á peysunni, og það mjög gott, já, það hægt. Manni finnst það minnst kosti hér á Spáni, en svo sjáum við bara hvað verður í þessu öllu saman, af því að svo kemur maður inn úr kuldanum og inn í hlýjuna og það svona öfgar í þessu. En dagurinn á morgun það sem að koma skal, dagur búinn, og fyrir það bara ég þakklát. Mér finnst þessi ganga í dag mjög skemmtileg. Ég var ein, en hitti þó fólk á þessum 2 stoppistöðum sem að ég bæði hafði hitt áður og ekki, og spjallaði við, og það alltaf gaman. En þangað til næst, kæru félagar og vinir. Góðan daginn, gott fólk. Hér ég að leggja af stað upp úr 7:30 frá Terra Dios og ætla að ganga einhverja 25 kílómetra til Boadilla. Það svona þungbúið rigndi alveg rosalega seinnipartinn í gær og fram eftir kvöldi. En það á að vera svona, gæti orðið einhverja skúralæðingar einhvers staðar á leiðinni, en ánum samt að vera samkvæmt Spáni meira og meira bjart, en vonum það best að það allavega
svona aðeins út í lofti núna. Þangað til næst. Jæja, stoppaði örstutt hérna í Sahagún. Fekk með kaffi og sætabrauð. En það eiga svona samkvæmt bókhaldinu að vera einhver 11 kílómetrar eftir. 13,7 komnir í hús í dag. Þannig að við vonum það best að það fer að birta til eins og þið sjáuð allavega. Bara fuglasöngur. Þetta hérna hjá Santa Clara Albergi og hérna ég í prívat ágætis aðstæða hérna. Það var ískalt hérna inni, þannig að þau voru hjónin að koma að hita á hérna fyrir mig. Jæja, annars svona smá fróðleiksmáli hérna. Ég hef oft verið spurð sko hvaða skó og eitthvað og ég menn það eru 100 Facebook síður sem allar tala hvaða skó er að fá þér. Þessir hokaskór hafa reynst mér mjög vel og þetta er Speedgoat nýjustu en ég held að fólk verði bara alltaf að hugsa það þegar það velur sér skó. Það svona ferði best fótunum, ég með nettan fót en þetta samt stærri skór heldur en ég vön að vera, ég svona 37,8 yfirleitt í utan vega skó með þessu 39,3 og það hefur verið bara mjög gott að hafa það þannig. Það sem fólk þarf að hafa í huga mínum mati er að það þarf að geta gengið á steinum, malbiki og alls konar undirlagi þannig að það sé bæði pínu stíft en líka dálítil eftirgjöf þannig að það er gott að hafa það í huga því að hér er undirlagi alls konar. Svo eru hérna stafirni sem ég held að ég myndi aldrei nota, byrjaði að nota þá þegar ég fór að æfa mig fyrir þessa gönguferð og ég myndi sko alls ekki vilja vera án þeirra því að þeir eru ótrúlega góðir bæði þegar maður er að fara upp brattabrekkur eða niður brattabrekkur og steina og alls konar eins og því sem hafa fylgst með hafi séð að ég hef þurft að príla niður. Líka þegar maður er að labba á jafnsléttu í drullunni og framhjá pollunum og eitthvað til þess að renna ekki. Þannig að þetta er alveg töfratæki þessir blessuðu stafir. Nú allavega þessum ástíma sem ég núna sem allir held að yrði svo frábær og yrði nú svo gott veður en hefur nú reynst vera ansi misjafnt að þá mæli ég nú með að við hafum með eitthvað buff. Vigtar ekki nokkuð skapaðan hlut í bókan að vera með á bakkinu að hafa þetta með en er kærkomið þegar það er svona búið að vinda samt eins og búið að vera hjá mér. Og vettlingarnir, ég er með örþunna vettlinga en þeir skipta alveg sköpum þegar það er svona ísköld góla eins og búin er að vera undanfarið. Og það vigtar heldur ekki neitt þannig lagað þó allt telji þetta nú saman, ekki síst af fólka með allt á bakinu eins og ég er. En þetta var fróðleiksmáli dagsins.